Nú ætlum við að skoða jöfnur. Við fórum svolítið vel í jöfnur í 8. bekknum, skoðum einfaldar jöfnur þar og ef þið skoðið playlistan á YouTube síðunni minni fyrir 8. bekk þá má finna þar nokkur myndbönd sem að útskýra jöfnur svolítið hægar en ég ætla að gera hér, það er að segja einföldu jöfnunar. Ég ætla að eyða meiri tíma hér í að skoða flóknari jöfnur. Ég ætla samt að fara hratt yfir hvernig við leysum svona einfaldar jöfnur. Við losum okkur alltaf við það sem sömu megin og x. Gerum það hér með því að gera mínus því að það er plus 6 minus 6. Ég vil losna við þetta hér. Þá situr eftir x er jáft og 11 minus 6 sem er 5. Þegar það kemur mínus þá ger ég plus. X er jáft og 10. Hér á milli er sinnumerki þó að standi ekki. Sinnum breytist í deilingu. Til þess að þurrka út margföldun þá ger ég deilingu. 12 deilt með 3 eru 4. Og sinnum. Deiling segi breytist í sinnum. Nota sinnum til þess að núlla það út. Þetta styttist út. X er jáft og 10. Þetta dæmi hefði alveg geta litið svona út. Margfalda með 2 styttist út. X er jáft og 10. Gefum við sömu niðurstöðu. Hérna þarf ég að leysa í 2 skrefum. Og ég vinn mig alltaf í áttina að x-inu. Ég byrja þeim megin sem x er ekki. Ég enda alltaf hérna hjá x-inu. Byrja á að segja minus 2, minus 2. 3x er jáft og 12. Af því að þá er ég búin að þurrka þetta út og 14 minus 2 eru 12. Deili með 3. Beggja vegna styttist út x er jáft og 4. Hérna er x á 2 stöðum. Ég verð að sameina það áður en ég fer lengra. Þá þarf ég að gera minus 3x hérna. Til þess að losna við þessi x. Þá verð ég að gera það hérna megin líka. Því að þetta er jafna. Ég verð að gera það sama báðu megin. Annars raska ég jafnvæginu. Og þá fæ ég 3x. Því að 6x minus 3x eru 3x. Er jáft og þetta er farið 3. Deilt með 3, deilt með 3. X er jáft og 1. Hér er x á 2 stöðum. 4 er jáft og 3x minus 5 átt að vera. Ger ég plus 5 til þess að losna við þetta hérna. 9 er jáft og 3x. Deili með 3 beggja vegna. Styttist út. 3 er jáft og x. Skiptir engum máli þótt að snúi svona. En þegar þú eru komin hingað þá megiði ykkur líður betur með að snúi sig við. En þess þarf ekkert. Síðasta. Ég tek fyrst deilinguna hérna. Sinnum 5, sinnum 5. Styttist út. 4x er jáft og 20. Deili með 4. Beggja vegna. X er jáft og 5. Þetta dæmi hefði geta litið svona út. Þá ger ég sinnum 5, sinnum 5. 4x er jáft og 20. Og svo deili ég með 4 beggja vegna. Þetta er bara önnur uppsetning heldur en er hérna efst. Að lokum ætlum við að skoða dæmi sem missu við eigum. Eins og þið munið áður við fellum niður sviga þá þurfum við að skoða framfyrir svigan. Hér er ekkert merki, þessi svigi má fara. Hér fyrir faramænin er mínus, þannig ég verð að breyta formerkjánum inn í þessum sviga. Held samt mínusnum sem er á milli svigana. Breyti formerkjunu inn í sviganum þegar aftan jafnaðarmerkið er ekki svigar. Svo dreg ég saman, minus x plus x, dettur bara út. Það er 0. Þannig að hérna er ég með 15 minus 10. Eru 5 er jáft og 2x minus 5. Til þess að losna við þessa 5 sem er sömu megin og x-ið, þá þarf ég að gera plus 5, því að minus 5 plus 5 eru 0. Þá ger ég plus 5 hérna líka. Þetta styttist út. 10, 5 plus 5 er jáft og 2x. Deili með 2 beggja vegna. Styttist út hérna. 5 er jáft og x. Eða ef ykkur líður betur, 5 er jáft og x. En þá er þessu lokið.